Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar og sviðstjóri sem hér í sal á bæjarskrifstofunni á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 409. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Og dagskrárfundar í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 927, 928 og 929. Tekna saman til umfjöllunar atkvæðagreiðslu ef engir hefur því andmælum. Skipulags- og framkvæmdanefndar númer 49. og 50, teknar svo byrjaði saman umfjöllunar atkvæðagreiðslu. Fjölskyldunefnd númer 49, hafnarstjórn númer 333, stjórn menningarstofu númer 29 og 30, teknar saman til umfjöllunar atkvæðagreiðslu. Fjölmenningarráð númer 5 og síðan eru hér nokkur almenn mál, breyting á aðalskipulagi Sævarendi, breyting á deiliskipulagi Sævarendi, breyting á deiliskipulagi miðbæjar Reyðarfjarðar Búðareyri 12, Kvíabrekka 2, óveruleg breyting á deiliskipulagi, óveruleg deiliskipulagsbreyting á Brekkeri 1, og síðan húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar, upplýsingaöryggismál, neyðaráætlun, persónuverndarstefna fyrri umræða, útvistunarstefna upplýsingatæknimála fyrri umræða og upplýsingaöryggisstefna fyrri umræða. Þannig að hér margt undir og fund í dag, en áður en við hefjum dagskrárfundar ætlum að fá að nota þetta tækifærið bæjarstjórn og taka í notkun nýjan. Ég treysti að míkrafóninn eldi mig, ég sé svo raddsterkur. Það nýja, ekki segja nýja svona vídd á heimasíðun okkar sem 360 gráðu ferðalag sveitarfélagið sem ég vona eftir að nýtast öllum, hvað sem íbúum sér til ánægju og yndisauka að geta að skoða hér samfélaginu okkar og náttúru Fjarðabyggðar frá ýmsum sjónarhornum. Líka þeim sem eru að skipuleggja ferðir, hreindýraveiðimönnum og öðrum eða bara hverjum sem ætla hér og verði vonandi nýtist vel þeim sem eru að kynna þjónustu sína og starfsemi, ekki síst á sviði ferðaþjónustu. En sveitarfélagið sem sagt fékk Eflu til liðs við sig og hefur núna á síðustu 2 sumrum myndað frá Mjóafirði og suður í Breiðdal allt svæðið, og þetta að finna á fjarðabyggð.is undir 360 gráður, og ég vona að þetta eftir að reynast vel og fólk geti nýtt sér sem mest. Og síðan nú þegar búið að merkja hluta af örnefnum og fleira inni, en þarna býður upp á heilmikla möguleika á frekari örnefnaskráningu og frekari innsetningu á efni. Ég veit að það eru aðilar sem að vinna að slíku í sínum heimakverfum að taka saman slíkt, og við munum verið í samstarfi þá ef þeir kjósa að bæta því inn, og raunir að setja þarna undir ótrúlegt magn af upplýsingum, og það ég held að það geti orðið svona eitt af þeim verkefnum sem við horfum til núna á þessu og næsta ári, að fá í samstarf við okkur aðila sem slíkt vilja koma og reyna að glæða þetta maður í lífi, ásamt því sem við munum vinda meira og þéttara. Þetta svona stærst yfir, en við höfum eftir að taka fleiri sjónarhorn einnig. Þannig að þetta bara verulega ánægjulegt. Ég nota tækifærið að þakka Hafþóri Snjólfi hjá Eflu ákaflega vel fyrir velunnin störf. Hann bar hitann á þungan að því að mynda þetta og komið sér hér inn, og síðan náttúrulega starfsmönnum hér og öðrum sem hafa komið að, þeim sem að vinna í þessum, að nýta sér þennan vef líka, og ég vona að þetta verði okkur til mikillar ánægju og framdráttar. Þannig að svo mörg orð þau orðum, og þetta verður líka frétt á heimasíðunni, og þetta á forsíðu heimasíðunar einnig hlekkurinn á þetta. En þá ætlum við að ganga til dagskrár. Eitt kannski hér í áðurinn að lengra haldið á óska eftir því að bæjarstjórnar liður 12 í fundargerð bæjarráðs númer 927. Ég vék við umfjöllun þann lið inn í bæjarráði, þar sem að bréfritari bróðir minn, og þannig óska eftir að sá liður verið hér tekin sérstaklega til umfjöllun og atkvæðagreiðslu að loknum umfjöllunum bæjarráð sem fundargerð á öðru leyti, og fæ þá Þórdísi varaforstjóri að taka stjórn á þeim lið. Þó að í þessari afgreiðslu felist ekki kannski ákvörðun en leið vegna fjölskyldutengsla. Einhver sem hreyfir því andmælum. Svo ekki að lítið á bæjarstjórn samþykkt vanahæmi þessu, og
og ég fæði að víkja. Þannig að við liðu 12 í fundargerð 927 þá tekin hér eftir. En orðið laust fundargerð Bæjarráðs. Ragnar Sigurðsson við beðum orðið, gerð frá Ragnar. Já, háttvirtur forseti, staðgengill bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hér yfir fundargerðir Bæjarráðs númer 927, 928 og 929. Svona til þess að veita dýpri upplýsingar en fram kemur í fundargerð og svona áður en að við tökum þær til staðfestingar. En fyrsti liður erindi frá Hestamannafélaginu Blæ sem að óska eftir fundi með okkur og annars vegar til þess að ræða bakkavarnir meðfram reiðhöllinni og jafnframt almenningssamgöngur til og frá. Og við höfum bara sjálfsögðu orðið við þessu og bæjarstjóra og sviðstjóra framkvæmda og skipulagssviðs falið að ræða við þau og fara svona yfir málin og það auðvitað tengist einnig varðandi bakkavarnirnar vegagerðinni og að sjálfsögðu veiðifélagi Norðfjarðará. Við höfum átt í samtali við veiðifélagið varðandi þær framkvæmdir sem að við höfum verið bæði í þar og eins sem við þurfum að fara í. Það ekki bara bakkinn með frá reiðskemmunni, það einnig bakkinn með frá flugvellinum. Og svo jafnframt orðið tímabært að ræða einhverjar mótvægisaðgerðir vegna þess að lega Norðfjarðarár hefur breyst á undanförnum árum. Hún orðið fyrir raski og ef við ætlum að tryggja fiskigengd og uppbyggingu bleikjustofnsins þá orðið tímabært að fara í, að mínu mati, einhverjar mótvægisaðgerðir til þess að tryggja að þar séu áfram uppeldisstöðvar fyrir bleikjuna. Það mjög flott á og mikilvægt að hlúa betur að henni. Þannig að ég gerir ráð fyrir að sviðsstjóri og bæjarstjóri fundi með félaginu fljótlega. Þar verður farið yfir þetta og jafnframt fyrirhugaður þá fundur með veiðifélaginu til þess að fara yfir þann þátt og svo að sjálfsögðu okkar reglubundna samtal við vegagerðina varðandi þeirra þátt og eins þá þarf að eiga eitthvað skona samtal við Ísavía varðandi þær mótvægisaðgerðir eða framkvæmdir sem að þarf að fara í meðfram bökkunum sem að liggja meðfram flugvellinum þar sem áin farin að ganga ansi hratt á bakkana þar. Varðandi lið 1.5 þarna var verið að fara yfir yfirlýsingu Fjarðabyggðar málefni eldra fólks og þarna við í rauninni að ramma upp það samtal sem að við höfum átt bæði við stjórnvöld og Heilbrigðisstofnun Austurlands og erum þarna í rauninni að sýna fram á okkar sýn varðandi fjölgun og eflingu á hjúkrunarrýmum og dagvistunarúrræðum og við erum með þessu að hafa áhrif á ákvarðanatöku stjórnvalda og heilbrigðisstofnunarinnar varðandi uppbyggingu sjúkrahússins og uppbyggingu hjúkrunarrýma og þarna mjög mikilvægt að við sýnum fram á okkar vilja og okkar sýn til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem að komnar eru upp og við höfum verið mjög lengi í þessu samtali og hefðum gjarnan viljað opinbera allar þær fyrirætlanir sem að hafa staðið af hendi HSA þarna uppi en vildum aftur á móti bíða eftir að ná fram einhverjum svörum frá ráðuneytinu en vegna ráðherra skipta og annara þá verður dráttur þar á og mikilvægt að við svona gefum eitthvað frá okkur vegna þess að við höfum ekki verið til dæmis að leigja út lausar íbúðir í Breiðablik og þá með þessu þá erum við að sýna framsýni, við erum að sýna að við séum með lausnir og við séum með hugmyndir sem að við erum tilbúin að koma að borðinu og vera í samstarfi við hlutaðeigandi aðila
og í stað þess að bíða bara með hendur í skauti og láta tíman leiða í ljós hvað verður. Varðandi fundargerð Bæjarás númer 928 þá áttum við þar í lið 2-2 fund með öldungaráði Fjarðabyggðar einmitt þetta sama efni. Þar vorum við að fara yfir yfirlýsinguna og þessi samtöl sem við höfum átt við stjórnvöld. Sama skapi fórum við yfir húsnæðiskönnun eldra fólks 60 ára pluss sem var gerð fyrir skömmu og vorum þar að fara yfir niðurstöður könnunarinnar en hún hefur jafnframt verið í kynningu hjá byggingafulltrúum byggingaraðilum sveitarfélagsins þar sem verið að hvetja þá til þess að horfa til þessar könnunar og leita leiða til þess að fara í húsbyggingar sem að væru þá vænlegar til handa eldra fólki 60 ára pluss. Í lið 2-3 þar vorum við að fara yfir húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar sem að þessi húsnæðiskönnun kemur inn á og hún hér lögð fram til staðfestingar undir liðnum almenn mál. Í liðnum 2.7 þar var verið að kynna þá vinnu sem við höfum átt með Tandra Orku og félagi sem stólið úr mér, hvað heitir akkurat í augnablikinu. Þetta svona samstarfsverkefni. Þarna verið að kynna mögulega leið til kyndingar á Fjarðabyggðarhöllinni og þessi vinna henni miðar vel. Við áttum fund með fyrirtækinu í síðustu viku þar sem verið að fara svona yfir tölfræðileg gögn og finna leiðir hvernig heppilegast að standa að þessu og ég á von á því að það verði hægt að kynna hér tækifæri til þess að fara í kyndinguna og jafnframt kostnaðaráætlun á bakvið þá fjárfestingu sem að þarf til þess að fara í kyndingu á Fjarðabyggðarhöllinni og fylgja þá eftir þeirri einangrun sem að var staðið að núna á síðasta ári. Í fundargerð Bæjarás númer 929 þar byrjuðum við fundinn á lið 3.1 að fara yfir með sviðsstjóra fjölskyldusviðs málefni sviðsins en stærsti hluti samtalsins fór í að ræða verkefnin sem að tengjast á þörfinni á hjúkrunarplássi í sveitarfélaginu og okkar sameiginlegu sýn í þeim efnum og meðal annars uppbyggingu á dagvistunarúrræðum og hvar við myndum koma því fyrir og þannig að það svona verið að halda áfram að kortleggja þetta og jafnframt að fara þar yfir þau samtal sem að sveitarfélagi hefur átt við stjórnvöld uppbyggingu á því og við fylgdum því svo eftir í næsta lið þar sem að sviðsstjóri satt undir þeim lið númer 3.2. Þar kom forstjóri HSA í heimsókn og þar vorum við að fara svona yfir þau samtöl sem að við höfum annars vegar átt við heilbrigðisstofnunina, samtöl sem að heilbrigðisstofnunin hefur átt við stjórnvöld og svona næstu skref í þeim efnum. Fleira ætla ég ekki að fara yfir í bili. Þakka fyrir Ragnar. Orðið laustu fundargerð Bæjarás, Gerðsson Stefán og Reisnesson sem beðið orðið. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Aðeins að fá að koma upp hérna undir og tala undir nokkrum málum. Langar aðeins að byrja undir fundargerð Bæjarás, númer 928 og fara þar í mál 2.4 sem samstarfssamningur Fjarðabyggðar og samtakana 78 og þarna var í raun og veru verið að endurnýja þennan samning og mér bara að fagna því að þessi samstarfssamningur sveitarfélagsins og samtakana 78 sé nú endurnýjaður. Hann var uppálega settur á þegar við vorum hér í meirihluta og hérna beðið þetta bara á nokkuð skýri sýn í hvaða ábyrgð sveitarfélagi þarf að axla í þessum málum og ég held að það sé bara mjög jákvætt að þessi sýn haldi áfram alveg óháð pólitískum meirihluta
og að þetta samstarf á milli sveitarfélagsins og samtakana sé núna tryggt til næstu ára. Ég held að það skipti bara miklu máli að það sé samfelli í þessu. Og bara á meðan ég fagna þessum áfanga þá er þessi bara mikilvægt að það verði áhersla lagt á að fylgja honum eftir svo að þjónustan nýtir jafnt yfir allt sveitarfélagið. Aðeins undir fundargerð bæjarráðs númer 929 fara þar undir mál 3.2 sem svo sem tegir anga sína í fleiri fundargerðir en þetta er yfirlýsing ferðabyggðar og málefni eldra fólks. Þarna var verið að fara yfir þessu stöðu eins og Ragnar svo sem kom inn á og það er kannski hægt að vísa líka í fundi sem við áttum með Öldugur aðeins sem var mjög góður og upplýsandi og svona hluti af þessu ferli sem er í gangi og nauðsynlegt að taka þessu fundi svo að það sé svona allir séu sæmilega upplýstir stöðuna og svona hvernig hún er. Aðeins mál 3.8 sem er frumvarp til laga breytingu á lögum til einföldunar regluverks með hollustuháttum og mengunarvörnum. Ekkert kannski mest spennandi efnið með okkar aðeins að koma inn á þetta. Við ræddum þetta aðeins inn í bæjarráði. Þetta er í raun og veru þarna verið að taka heilbrigðiseftirlitin og heilbrigðisnefndirnar á Íslandi og það er verið að einfalda regluverkið eða svo er sagt. Og svo sem markmið frumvarpins samræmingu og gagnsæi og allt þetta. Þetta er allt gott og gilt. Ég held samt að eins og svo sem við vorum nokkuð sammála þetta inn í bæjarráði, það er svona ákveðnar áhyggjur af því hvernig þetta er framkvæmt og það eru svona eins og ef maður les umsagnirnar til að mynda frá framkvæmdastjórunum, það er ýmislegt það sem ég deili ákveðnar áhyggjur. Þetta er mikilvæg þjónusta sem er veitt í nærsamfélaginu í dag í gegnum heilbrigðiseftirlitin. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta sé gert rétt og ég til að svona þessar áætlanir að framkvæma þetta á svo stuttu tíma að þetta eigi að taka gildi í byrjun næsta árs. Ég held að sé aðeins svo skammu tími. Til þess, þetta eru auðvitað mikilvæg verkefni sem er þarna undir sem að snerta bara öryggi okkar fólks, matvælaöryggi vatnsins og slíkt. Þannig að ég held að sé mikilvægt að við séum samstiga í því að ræða þetta mál á þeim grundvelli að við höfum ákveðnar áhyggjur og reyna að ná svona breiðri samstöðu hérna á Austurlandi með þetta, að koma okkar áhyggjum á framfæri hvað þetta varðar. En meira var ekki á mér í byrjun. Takk. Takk fyrir Stefán Orðið Lust. Ég skal fá að taka snurðlega til máls undir þessum fundargerðum sem er undaskildum lið 12 í fundargerð 927 og svo sem eins og kemur fram, þú veist, hefur komið fram hér hjá samstarfsmönnum mínum í bæjarráði, svo sem kannski svipuðum slóðum það náttúrulega í tengslum við, og svo Ragnar hefur komið svo ágætlega inn á Stefán þá vinnu sem hefur verið í er tengist húsnæðismálum og felur í sér þessi liður sem hefur verið hjá okkur síðust 3 fundur sem kallast yfirlýsing ferðabæra málefni eldra fólks. Að þetta er gríðarlega stórt hagsmunamál sem er ekki að koma upp á yfirborð núna, heldur hefur verið hér í mikilli þverpólitískri sátt mjög lengi það hvernig við höfum reynt að sækja fram í þessum efnum og hefur verið svona þungt undir. Þetta hefur það á tímabili náttúrulega lág það fyrir frá því að ný Hulduhlíð tekur hér eða líkur hér lokið að byggja nýja Hulduhlíð, hún tekið inn í notkun, þá þetta hefur náttúrulega biðlistar á Austurlandi verið meðaltali styttri eftir hjúkrunarheimilsprósentun annars staðar á landinu. En enga síður eru biðlistar og við vitum það öll og höfum séð það mjög lengi að all land hefur verið gríðarlega þörf og eftirspurn eftir hjúkrunarrýmum og því miður þá hefur það einnig líka sést og ekki dulist neinum að sú uppbygging hefur gengið miklu hægar og ekkert bara á landi heldur einnig í Reykjavík einnig heldur en ætla maður með í tíð stjórnvalda. Hvaða stjórnvalda sem það eru eða hverjir sem það hafa myndað ríkisstjórn. Það hefur þetta verið ákveðið ágefni og við höfum þetta haft að því ágjöra að við megum alls ekki þá þeim múndi verða við, það má ekki verða það að við missum hjúkrunarrými út á svæðinu einnig. Á sama tíma við þetta horfum til þess og viljum styðja og styrkja við það að þjónusta aukist og verið fjölbreyttari á umdæmissjúkrahúsinu
í Neskustad sem þar voruð meira rými undir bara mjög nauðsynlega þjónust sem hún veitir. Og þess vegna hefur, eins og kom fram hjá Ragnari og Stefáni, höfum við mitt lagt á áherslu þó að málaflokkurinn sé ríkisins að reyna að stíga inn í það með lausnir til þess að verja þá þau rými sem höfum og leið að ítundi það að við fáum frekari uppbyggingu í Fjarðabyggð á hjúkrunarrýmum því að eins og ég sagði að þó listandir hafa verið styttir hérna þá hafa þeir lengst og meðaltímaðum hefur lengst og við hefðum kosið að vera komið þau svör fyrir þannig að við gætum fyrir líka farið út og kynnt þetta enn ítalega fyrir eins og íbúum Breiðabliks og annað slíkt en það er erfitt eins og kemur fram í að gera það þegar við höfum ekki endanleg svör í hendi. Það voru fundir í gær inn í stýrihópum sem bæjarstjóri hefur fylgt eftir mjög af miklum krafti að stýrihóp uppbyggingu hjúkrunarheimila og og vonandi berast það einhver tíðindi þegar við þurfum að fara að geta stigið þau næstu skref hvers sem við ætlum að halda ef ríkið ætlar ekki að þiggja þessa lausnir þá sem þetta er mjög áhugavert ef það er ekki og ég trúi eiginlega ekki að ráðherrar hafa sýnt og ráðherra fyrrverandi félagsmálaráðherra sem er ennþá samt með málaflokkin hefur sýnt í mikinn stuðning að hér séu stigin skref í þessu að þá verðum við að geta farið að útluta íbúðum Breiðabliki þá bara til þeirra sem þar bíða eftir leigurými og vonandi getum við á næstu bara mjög fljótlega farið að kynna þetta og farið að sjá til lands í þessum efnum og þannig að ég held að það sé mikilvægt og það sem þetta býr að baki sveitarfélaginu þetta bara það að tryggja hér aukið að hér sé þetta hjúkrunarrýmum og það sé og við getum horft til framtíðar með það og jafnframt uppbyggingu. Við vitum það að rekstur hjúkrunarrýma, við vitum það svo bara eins og rekstur heilbrigðisþjónustu það er erfitt að manna og leið þá er þetta eldamenn horfið til þess að hvernig við getum nýtt sem mest samleið í þeim efnum og við viljum eins og við getum leita lausna með ríkisvaldinu til að flýta þessu hér innan. Aðeins í sambandi við eins og kom fram og hér áðan þá í þessum málum sem við höfum verið að fjalla er kynding Fjarðabyggðarhallanna sem er mjög mikilvægt að við Ragnar fóru ágætlega yfir hér í samstarfi við fyrirtæki bæði Tandraorku og eins fyrirtæki sem eru að horfa til sólarorku einnig, samspil þessara þátta til þess að einfalda kyndingunum. Við þurfum að ná þessum lausnum núna. Leiðum við einangrum húsið og sem var þetta greiðast á skref, þá þurfum við líka að því að halda það sé kynnt og loftræst. Og við höfum hortið þess að ljúka því á þessu ári og það er bara mjög mikilvægt að gera sem fyrst og þetta er heilig mikið framkvæmd þannig að við getum komið henni til að þetta er svona liður í því að menn sjáum fyrir sér hvernig leið tökust á eða kynda jafn stórt rým en ég er þess fullviss að bæði höfum við með þessu náttúrulega stíð eins og margir komið fram langþráð skref í því að gera mannvirkið enn betra og garði til þess að þjónusta hlutverk sitt og leið bara viðhald þess að gera. Aðeins sem kom fram hjá Stefáni í sambandi við þetta frumvarp með þessu þjálanafni sem felur í sér breytingar á heilbrigðiseftirlitinu sveitarfélaganna að það sem er þetta á þess að við veit ég að við tölum ekki niður á nokkuð hátt það að einfalda regluverk á Íslandi og annað slíkt þá er mjög mikilvægt og það er það sem sveitarfélagin hafa þetta hvað lýst yfir hvað mestum áhyggjum af er að heilbrigðiseftirlitin því að þau hafa verið rekin á grundvelli sveitarfélagana það vantaði okkur fannst svolítið og vonandi næsta þá í gegnum þessum umræðum sem eiga sér stað á þessu ári því að þetta tekur ekki gildi fyrir næsta áramót að það eru þau verkefni sem heilbrigðiseftirlitin sinna líka fyrir sveitarfélagana þau verði ekki skilin eftir og hér verði að ríki sé að fara að taka út verkefnin, taka út tekjustofna eða þá umgerð og leið þá skilja eftir verkefni okkur.
Þannig að þetta þarf alltaf að skýrast og leið að við séum heldur ekki að sjá fjarlægðin að verða meiri á eftirlitinu sem nú þegar sinnt heim í hérað og svo framvegis. Þannig að það þarf töluvert mikil svona vinn og umræða sér stað á þessu ári, sérstaklega fyrirmennins ástæðis við sjáum hvernig það fer allt saman. Það var ekki fleiri sem vildu koma inn hér, orðið laust. Engi þessi hljós, ég ætla að bera upp þess að 3 fundagerð undanskildu lið 12 í fundagerð 927, þess að það saðan ekki við skemur. Það eru saðan þetta með nýjatkvæðum, þá ætla ég að fá að víkja á sal þegar liðu 12 og byrði Þórdísi. Fyrst að vara fórst að taka við stjórn fundars undir þessu lið. Daginn, þá tökum við fyrir mál nr. 112 undir fundagerð bæjarráðs nr. 927, en það er tjaldstæðismál á Neskaupstað. Er einhver sem kveður sér hljóðs undir þeim lið? Svo er ekki, þá byrjum við það upp til samþykktar. Og það er samþykkt með 8 atkvæðum og bjóðum honum Jón Bjarni aftur inn. Heyrðu, takk fyrir þetta Þórdís. Þá ætlum við að halda áfram og næst eru fundagerðir bara ekki skipulags- og framkvæmdir, þetta er með 49 og 50 teknasamhandilinn fyrir atkvæðagreiðslu. Þuríður Lillý Sigurðardóttir, þetta er málið, hvað sjá. Forseti, staðgengill bæjarstjóra og bæjarfulltrúar. Það er 3 mál sem ég langaði aðeins að koma inn á undir fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar nr. 50 og það er fyrst 5.10 refa og minkaveiði í Fjarðabyggð 2026. Það var sem sagt í ljósi þess að samningar væru að renna út núna í maí, ákváðum við Aron Leví í samráði við nefndina að við skildum boða þá á fund sem eru með samning núna eins og er. Og fundinum var haldinn 21. janúar. Að þessum fundi voru eingöngu refaskiptur enda var samningurinn þeirra gjör ólíkur samningu minkaveiðimanna, þannig að það verður funda með þeim sérstaklega. Það var farið yfir veiðitölur síðustu ára og fjölgun refsins sem hefur orðið viðvart núna síðustu, mest núna þessu ári kannski, út af bæði góðu sumri og mildum vetri. Þannig að svona svolitlar áhyggjur yfir því. Við ræddum svæðaskiptingu og ný greni og svona ýmislegt fleira. Verðin í samningunum hafa verið óbreytt frá árinu 2014. Þannig að það var svona nokkuð ljóst að það þyrfti að fara að endurskoða verðin þar líka. Hvort sem það er vísitölu að hækkað eða farin einhver önnur leið. Jafnframt var óskað eftir því að það er greitt sérstaklega fyrir ný greni og jafnvel akstur. Og þetta er eitthvað sem að starfsmönnum var falið að skoða samninga einnig við önnur sveitarfélög. Það er ágætt að sveitarfélög séu svona nokkuð samstíga og samtaka þarna í þessum málaflokk. Og jafnframt verður farið í það að auglýsa núna fljótlega, þannig að þetta verður vonandi klárt áður en að samningarnir renna út. Það má svona gaman að nefna það að það mættu allir á fundinn nema einn sem lenti í tæknilegum örðuleikum, en það var í búið að vera bæði fjár- og staðfundi. En að öðru leyti gekk þessi fundur bara vel. Og svo var það styrki til fráveituframkvæmda. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið auglýsti eftir umsóknum í styrki til fráveituframkvæmda og skipulags- og framkvæmdanefnd samþykkti að sótt yrði verkefni í Fjarðabyggð. Í flestum byggðakjörnum á eftir að ráðast í umtalsverðar breytingar þegar að litið til fráveitu. En 2025 var byrjað á fráveituframkvæmdum bæði á Breiðdalsvík og Eskifirði, sem var mjög gott skref í rétta átt í þessum málum og verður haldið áfram með á Eskifirði núna þessu ári og það er búið að ljúka á Breiðdalsvík fyrir utan svona klæningar á húsinu og umhverfið. Skilyrði fyrir styrkveitingun eru að fráveituframkvæmdir sé áfangi heildarlausn í fráveitumálum sveitarfélagsins. Og styrkfjárhæðin nemur að jafnaði 20% að staðfestum heildarkostnaði. Og mun sviðsstjóri sækja styrk fyrir þessi 2 verkefni, Breiðdalsvík og Eskifjörð. Síðast langaði með að koma inn á lið 5.13 sem var greinargerð framkvæmdir ársins
Sviðsstjóri skipulags og framkvæmdasviðs gerði grein fyrir niðurstöðu framkvæmda ársins 2025 og áætlunum næsta árs. Og eins og gefur að skilja í ört stækkandi samfélagi þá hefur verið mikið framkvæmdir og töluvert nýbyggingar og breytingar á eldri byggingum síðustu ár. Við megum ekki gleyma að það mikilvægt líka að halda við þeim mannvirkjum sem við eigum og verður mikilvægt að leggja áherslu á það á komandi árum. Einnig lögðum við áherslu á að það væri mikilvægt að gerðar raunhæfar áætlanir og allir sem kæmu þar að borði myndi gera sitt til að þær myndu standast sem best. Fleira var það ekki, takk. Hvað verið fyrir orðið laust til fundargerðum skipulags- og framkvæmdanefndar? Engin kveður sér hljóðs, ég ætla að fá að bera þær upp til samþykkja við skemerki. Það er samt með nýjatkvæðum. Það var næst fjölskyldunefnd nr. 49, orðið laust hana, vill kveður sér hljóðs. Stefán Þór Eysteinsson beðið móði gerð svo Stefán. Forseti, aðeins að fá að kveða mér hljóðs undir fundargerð fjölskyldunefndar nr. 49, það var málum 6.5, verkefni með skólasamfélaginu við Breiðdals- og Stöðuferðaskóla, þar sem það var lagt til að stjórnanda fræðslumála skólaþjónustu að leita til utanaðkomandi ráðgjafa til að greina möguleikana við þróun starfs Breiðdals- og Stöðuferðaskóla næstu árin og móta sameiginlega sýn á umgjörð skólastarfsins og væntingar til lengri tíma. Það var bara góð umræða þetta mál inn í nefndinni og svo sem allir sammála því að það sé mikilvægt að nálgast þetta bara af yfirvegun og ábyrgð. Við þekkjum þetta starfsumhverfi hjá Breiðdals- og Stöðuferðaskóla. Það er auðvitað sérstakt, þetta er fámennur skóli, þetta er 2 byggðakjarnar, mikill akstursey og aðstæður sem að geta skapa áskorunir en líka auðvitað tækifæri og ég held að sé eðlilegt og mjög nauðsynlegt að staldra við og skoða hvernig við getum móta skólastarfið þarna þannig að það sé börnunum fyrir bestu. Það er það sem skiptir máli bæði núna og svo hvernig er börnunum fyrir bestu til framtíðar. Ég lagði ríka áherslu það inn í nefndinni og svo sem bara ætla að gera það sömuleiðis hér að þetta er verkefni sem má ekki snúast neinar fyrirfram ákvarðanir en slíkt. Þetta er þetta samtal og greining sem að þarf að eiga sér stað þarna í samvinnu við auðvitað skólasamfélagið sjálft, foreldrarna, starfsfólk og alla þá sem að þessu máli koma. Og bara svona að undirstrika það að engin niðurstaða á að liggja fyrir áður en þetta samtal hefur átt sér stað. Og þarna er auðvitað að leita til utanaðkomandi aðila og ég held að sé bara nauðsynlegt að þetta ferli verði eins gagnsætt og mögulegt er og að upplýsingagjöfin inn í fjölskyldunefnd frá ráðgjafa sé upplýsingagjöfin sem tíð og við séum eins upplýst og mögulegt er og að meginmarkmiðið í vinnunni sé að styrkja skólasamfélagið til lengdar og hvernig við getum bara stillt þessu skólastarfi upp þannig að það sé börnunum okkar fyrir bestu. Meira var ekki fyrir mér í byrju. Stefán, við erum fyrir kveðsljós undir fundargerð fjölskyldunefndar. Svo virðist ekki vera, þá ætla ég að bera hann upp til samþykkt þess með hana sandgefinskemerki. Hún er sætt með 9 atkvæðum. Þá var að fundargerð Hafnarstjórnarnum með 333. Þeim kveðsljós hana. Svo virðist ekki vera, ég bera hann upp til samþykkt þess með hana sandgefinskemerki. Hún er sætt með 9 atkvæðum. Næst er að fundargerð stjórnar menningarstofunum með 29 og 30. Tekna samandur fyrir atkvæðagreiðslu. Leiði okkur mælendaskrá og skattur á að taka aðeins til máls undir þeim og veikir kannski athygli á sérstaklega svona ánægjulegum hlut. Við erum semst að hér á fyrirfundinu var annars náttúrulega að ræða bara verkefnapottin okkar sem við erum fara svona útfærslur á fyrir árið. Verður ár þar sem við verðum með náttúrulega tvíæringin okkar, innsæfi og fleira. Þannig að vandi og svo ýmsar nýja breytingar á svona útfærslum og samstarfsverkefni sem ég held að verði mjög ánægilegt að fá. Síðan náttúrulega er við að vinna líka núna að útfærslu og að fórstöðumaður menningarstofu var að mun koma inn aftur með samtidig útlutu menningarstyrkja sem stýttist í hjá okkur. Verið að svona uppfæra og yfirfæra reglur en við erum að tala þar muni potturum hérna tvöfaldur með fyrir ár sem afar ánægilegt, sem svona samspila að ýmsum aðgerðum sem við verið í menningarliðnum og verður vonandi lyftistöng þó við vitum að það sé alltaf
alltaf rými fyrir meira fjármagnin í menningarmál en leið þarna líka leið fyrir aðra, fyrir þá sem að skapa og annars í samfélagin sækjum, þannig að þetta verður líklega tekið fyrir á fundi í vonandi þann næsta mánudag og farið að afgreiða svo getum farið að hefja undirbúning að úthlutun menningarstyrkja. Jafnframt þarna var samþykkt á síðari fundinum, 30. fundinum sem var haldinn 20. janúar. Þar var komin endanlegar tókum við fyrir gögn sem voru að fara í verkkönnun vegna fyrsta áfanga uppbyggingarinnar hér á Stríðsvarsafninu og það var verið að opna þá verkkönnun, þannig að ég gera fyrir tökum hana fyrir á mánudaginn og sem leiði þá til þess að við getum farið á stað. Það horft til þess að þeim áfanga verið lokið með vorinu svona ef veður reynast hagstæð og ætti alveg að vera vel geranlegt enga síður í þennan þess tímarama að menn fara að sjá þess merki upp frá að hér upp á Stríðsvarsafns að þar fara að rísa þessi nýja sín sem við ætlum að hafa og sem mun svo á næsta árum taka yfir starfsemina sem í eldra húsinu og það kemst inn og þetta verður mjög spennandi. Þannig að fyrsti áfangi móttökuhúsið í tengslum við núverandi bragga og síðan uppbygging á ekki að segja bragga 2 í raun og veru. Þannig að þetta verður mjög spennandi. Þannig að vonandi fyrir að sjá hvað hefur komið út úr verkkönnunum, vonandi gera þetta verkefni við getum gengið hratt og örugglega til samninga við verktaka og hafist handa séu veður hagstæð. Það var ekki fleiri sem við ekki aðtekla hvað þessi ljós. Svo virðist ekki verið að bera upp fundagerð í stjórn- og menningarstofan. Það eru þetta með nýjatkvæðum. Þá er næst fjölmenningaráð, fundagerð nr. 5 við hvers ljós hana. Svo virðist ekki verið að bera hann til afgreiðslu sem hann samþykkjum en skeiðmerki. Hún er þetta með nýjatkvæðum. Þá erum við komin liðin almenn mál. Þar er fyrsti liður þar númer 11 breyting á aðalskipulagi Sævareldið 2. En þessu vísa hér frá skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar tillögu auglýsingu breytingu á aðalskipulagi vegna stækkunar á iðnaðarsvæði við Sævareldið 2 á Stöðvarfirði. Orðið er laust þetta. Engi hvernig ljós ég berið upp til saðendar að senda til auglýsingar. Það er saðend með nýja atkvæðum. Samhliða þessari breytingu þá, eins og gefur að skilja, þá hér vísað sömuleiðis og skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar tillögu auglýsingu og breytingu og deiliskipulag hafnarsvæðis sem fylgir þessum skilgreiningu iðnaðarlóða við Sævarenda með auknu rými fyrir hafntengda starfsemi. Jafnframt myndast ný tenging lóðarinnar með hafnarsvæði núverandi. Orðið er laust þetta. Engi hvað þessi ljós, ég berið upp til saðendar. Þetta er saðend með nýja atkvæðum. Þá erum við konið í breytingu 13. lið sem breyting á deiliskipulagi miðbæjar eðanferðar Búðareyri 12. Þessi sömulegis vísa frá skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar og þetta er til að jafnframt eins og aðrar að auglýsing og breyting og deiliskipulagi miðbæjar eðanferði sem felur það í sér að lóðin Búðareyri 12 verður notuð fyrir íbúðabyggð í stað verslunar og þjónustu. Byggingamagn er jafnframt minnka verulega á lóðinni og fyrir að þar geti rísi alltaf þar verið komið fyrir 3 fjölbýlishúsum. Þetta er sömulegis til auglýsingar við lengur þessi ljós. Svo er ekki, ég ætla að bera þetta saðendar. Þetta er saðend með nýja atkvæðum og vísa til auglýsingar. Þá er hérna næst liður 14, Kvíabrekkja 2 sem er óveruleg breyting á deiliskipulagi. Þessi vísar á skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu hér í bæjarstjórn. Þetta er óveruleg breyting á deiliskipulaginu Melur 1 á Reyðarfirði og breytingin tekur til lóðarinnar Kvíabrekkja 2 en lóðin er stækkuð og fer úr því að vera 157,2 fermetrar í 237 fermetrar. En breytingin er ekki talin á grenndaráhrif og er því hér til endanlega afgreiðslu orðið laust. Engi þessi hljóðs, ég ætla að bera hann eftir saðendar. Þetta er saðend með nýja atkvæðum. Þá erum við konið lið 15 sem er sömulegis óveruleg deiliskipulagsbreyting og Brekkugerði 1. Þessi vísa frá skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar. Þetta er óveruleg breyting eins og áður segir á deiliskipulaginu Bakkagerði 1 í Reyðarfirði. Breytingin tekur til lóða við Brekkugerði 1 og lóðin er stækkuð til austus og fer úr því að vera 859,1 fermetr í 1154 fermetrar. Þessi breyting er ekki talin að hafa grenndaráhrif og þetta komið hér til endanlega afgreiðslu. Orðið er laust. Engi hvað þessi ljós, ég ber upp þessa tillögu, þess að hana saði ekki að þessi geðmerki. Hún er saðend með nýja atkvæðum. Þá erum konið liðin 16. lið sem er húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar 2026. Hér sem vísa hér frá bæjarráð til staðfestingar bæjarstjórnar drögum þessari húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar fyrir árin 2026 til 2035 en eins og með þekkja þá er þessar húsnæðisáætlanir orðið í dag og síðustu ár unnar inn í svona ákveðnu
inn í þeirri umgjörð sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur sett, þannig að nú vinnum við áætlanir árlega. Þannig að áætlanir fyrir næsta ár, eða núverandi ár, en leiði náttúrulega líka framtíðarsýn en sem getur tekið breytingum. Eins og líkt á síðið ár erum við að vinna með að þarna erum við að horfa til lágspár, háspár og miðspár svo kallarar, væntan fjölda. En það sem við höfum verið, sem hefur jákvætt í svona hægri fjölgun sem getur það verkum að hér þarf að reisa ákveðið mikið af íbúðamagni og leið hafa til lóðir og annað slíkt í skipulögum. Eins og áður segir, þannig að hér er orðið laust þessa húsnæðisáætlun. Engi Guðs ljós, þetta ber nú til samþykktar þess maður ekki finnst skemmerki, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru konið í liðin upplýsinga- og öryggismál neyðaráætlun og þessu er vísað hér frá bæjarráði til afgreiðslu. Þetta er endurskoðuð neyðaráætlun upplýsingatæknirekstrar fyrir fjárhagbyggð og stofnanir. Áætlunin hefur verið uppfærð töluvert til samræmis við framkvæmd og rekstri upplýsingatækni sem kemur fram í skjölum þessu framhliða, en þær eru reglulega unnar upp og það sem hafa verið gerða breytingar á rekstrinum þá þarf að leiða endurvinna áætlunina þannig að hún tekur töluverðum breytingum þó að séu kannski með þá velta verið hversu efnislega það er, en það eru bara í samræmi við reksturinn hverju sinni á upplýsingatækninni hjá okkur. Orðið er laust þessa áætlun. Engi Guðs ljós að bera upp þessa neyðaráætlun upplýsinga- og öryggismála, þessum hann sagði ekki með skeiðmerki. Hún sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við konið persónuverndarstefnu 2026 og þetta er fyrri umræða. Og þessi vísar frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar drögum að endurskoða persónuverndarstefnu fyrir fjárhagbyggð og stofnanir. En stefnan var yfirfarin og uppfærð lítillega til samræmis við framkvæmd og rekstri upplýsingatækni. Þannig að þetta er helst í hendur og er ekki efnislegar breytingar sem slíkar á stefninu utan þess sem hefur verið gert núna í tengslu við upplýsingatæknina. Orðið er laust hér í fyrir umræðu. Engi Guðs ljós, ég ber þá upp að persónuverndarstefnu 2026 verði vísað til síðar umræðu. Þessi það sagði ekki á skemmerki. Sagði með 9 atkvæðum. Þá erum við konið í útvistunarstefnu upplýsingatæknimála og þetta er sömuleiðis fyrir umræðu. Og þessu vísar frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar. Þetta eru drög að endurskoða útvistunarstefnu fyrir fjárhagbyggð og stofnanir. Stefnan hefur verið yfirfarin og uppfærð lítilega, svolítið líkt eins og persónuverndarstefnan til samræmis við framkvæmd og rekstri upplýsingatækni. Þannig að efnislega breytingar eru ekki stórar en samkvæmt þessum breytingum sem áður hefur. Orðið er laust hér í fyrir umræðu. Engin Guðs ljós, ég legg því til að það verið samþykkt að vísa henni til síðar umræðu. Þess að það sagði ekki að virka ekki. Það er samþykkt að vísa henni til síðar umræðu. Þá erum konið í lið 20 sem eru upplýsinga- og öryggisstefna og þetta er fyrir umræðinni. Vísa frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar drögum að endurskoða upplýsinga- og öryggisstefnu fyrir fjárhagbyggð og stofnanir. Og líkt og með hinnar þá er þessi stefna hefur verið uppfærð og yfirfarin lítillega og aðalega orðalagsbreytingar til samræmis við framkvæmd og rekstri í upplýsingatækni. Orðið er laust hér í fyrir umræðum þessa stefnu. Það veldur með vonbrigðum að sjá ekki meiri áhuga á þessu en þetta er nú í verulega góðum höndum. Þannig ég ber þá upp að það til samþykktar henni verið víst til síðar umræðu. Það gefst bæjarfulltrúum tækifæri að taka til máls. Þess að það sann ekki með skeiðmerki. Það er sagðið með 9 atkvæðum. Þá, góðir bæjarfulltrúar, höfum við tæmt dagskrá bæjarstjórnar í dag. Bara ítreka hér fyrir hönd bæjarstjórnar, bara þakki fyrir þeim sem koma að uppsetningu á 360 gráðu vefnum sem er nú opinn, eða 360 gráðu möguleikanum á vefnum. En til næsta bæjarstjórnar verður boðað með dagskrá síðar í mánuði og ég segi fundi slíkt.